Já, komið sæl aftur og við erum komin að nýsköpun. Nýsköpun eitt af því mikilvægasta sem við gerum til þess að þróa okkar samfélag áfram og finna meiri verðmæti. Og fyrsti viðskiptahraðall Íslands sem einblínir á nýjar lausnir og sjálfbæra verðmæta þróun í landbúnaði og sjávarútvegi fer í gang innan tíðar. Ingi Björn Sigurðsson og Melkorka Sigríður Magnúsdóttir eru verkefnastjórar hjá Icelandic Startups. Velkomin. Takk hérlega. Út á hvað gengur þessi viðskiptahraðall? Nú það landsbyggðin? Landsbyggðin og við erum svo sem alltaf unnið með landsbyggðinu mjög mikið. Þetta snýst að búa til næstu kynslóð fyrirtækja í landbúnaði og sjávarútvegi og það alveg rétt að það rosalega mikill kraftur á landsbyggðinni. Og við ætlum að bjóða þeim til Reykjavíkur í 7 vikna viðskiptahraðall sem er reynda keyrður yfir 9 vikur og ég erum akkurat núna að leita umsóknum og leita stjórnum frumkvöðlum sem langar að taka hugmyndina sína og hraða ferlinu yfir í vöru eða inn á markað. Já, það alveg sama hvað maður býr, Melkorka? Já, í rauninni frumkvöðlinn náttúrulega til alls staðar á landinu og þó við höldum hraðalinn í Reykjavík og við bara fögnum því að geta loksins verið með hraðal sem að snýra þessum svona höfuð atvinnugreinum. Við höfum verið að keyra hraðala sem hafa snúað ferðaþjónustunni og tækni lausnum og orku en þarna komin einhver ótrúlega spennandi nýjung og þetta við viljum endilega fá frumkvöðla alls þar á landinu. Hvernig nýsköpun getur maður séð fyrir sér? Þá bara í matvælaframleiðslu og búið til nýjar græjur? Já, það til að vinna matvæli? Bara til dæmis í rauninni. Það ótrúlega margt í gangi og ef maður byrjar að pæla í því. En auðvitað horfum við náttúrulega á matvælaframleiðslu en það til alls konar aðra lausnir sem við auglýsum eftir. Já. Þannig að því landsbyggðin það hefur náttúrulega verið mikil ferðaþjónusta hérna á landsbyggðinni og kannski sér í lagi eins og á Suðurlandinu og þar. En þið ætlið ekki að taka það inn í? Nei. Heldur frekar eitthvað út af eins og matvælaframleiðsluna og kannski umgjörðin hana? Já, þetta getur líka verið meira, þetta getur þess vegna verið lyf eða fæðubótaefni eða getur verið tækni, getur verið nýja aðferðir til þess að rækta eitthvað, getur verið taka eitthvað fullnýta betur eitthvað, nota afganga, nota og auka skilvirkni, það svo mörg af taka því þetta náttúrulega eins og Melkorka sagði, svona grunna atvinnuvegirnir og þetta eitthvað sem við erum bara býsna góð í. Og það líka þannig að mér finnst ég að vera í bara svona forréttindastöðu að því að fólk kemur til okkar allan daginn með hugmyndir og maður fara að hlusta á fólk vera með mismunandi hugmyndir og það ótrúlegar hugmyndir sem koma til okkar sem snúa að þessu, landbúnaði og sjávarútvegi og eitthvað sem ég held að fólk viti kannski ekkert að sé í gangi á Íslandi. En við höfum notað sjávarútveginn mjög mikið. Nú höfum við náttúrulega sjávarklasan sem er búin að vera langt árabil út að Granda og þar verið að nota náttúrulega alls konar einhver ensím og þetta bara óendanlegt sem er búið að vera að gera. Þannig að þurfti það endilega að vera þá með í þessu? Þetta samstarfsverkefni okkar og íslenska sjávarklasans og það hægt að gera svo mikið betur í sjávarútvegi heldur en við erum að gera nú þegar. Bæði að nýta vörurnar mikið betur og svo þurfa við að standast því sjávarútvegi eru útflutningsgrein þá þurfa við að mæta þörfum nýrra notenda. Það komin bara ný kynslóð af fólki sem kaupir fisk. Það kaupir fisk kannski allt öðruvísi heldur en hinnar fyrri kynslóðir. Þannig að þetta snýst það að vera bara með. Nýsköpun kannski fólkinu því að finna nýjan markað? Algjörlega. Já, algjörlega og til dæmis. Ég held að nýsköpun til á svo mörgum sviðum og ég held að fólk þegar það heyrir orðið nýsköpun þá hugsa það kannski bara Facebook eða Apple eða einhverju svona ótrúlegar hátæknilausnir en sannleikurinn sá að nýsköpun getur bara falist í því að koma nýri vöru eða þjónustu á markað. Það getur falist í vöruþróun innan í stærra fyrirtæki. Það getur falist í því að búa til eina litla skrúfu í gangverk sem nú þegar til. Akkurat. Já, og finna kannski aðra nýja erlenda markaði og búa það til. En segið mér þetta verður í 9 vikur alls. Hvenær byrjar þetta? Þetta byrjar 28. mars og næstkomandi og stendur langt fram í maí? Já, stendur fram í 23. maí og þetta 9 vikur þegar páskaðinn detta inn og svo endar þetta með bara allsherjar uppskýri degi sem við ætlum að fagna þeim sem hafa tekið þátt í þessu með okkur, sýna hvað þeir hafa áorkað, hvað þeir að bjóða upp á fyrir þess að flesta.
En sko, hvar fær fólkið að vera? Fær það frítt húsnæði og svo leiðis? Já, við verðum sem sagt með þennan hraðal í ferðaklassunum sem út á Granda og alveg ótrúlega flott og skemmtilegt húsnæði, það ótrúlega gaman að vera þar. Og á meðan á hraðalinn stendur, eins og Ingibjörn sagði, þá erum við í rauninni að hraða ferlinu frá hugmynd að fullbúinni vöru eða þjónustu. Og til þess þá fáum við í rauninni svona hryggjarstykkið í þessum hröðlum hjá okkur þessi mentorar sem að koma inn. Og við erum með bara æðislegan hóp af mentorum sem eru sérfræðingar alls staðar að úr atvinnulífinu og þeir koma inn og hitta þessi teymi á stuttum og hnitmiðum fundum og í rauninni gera allt sem þeir geta til þess að hjálpa þessum fyrirtækjum að koma vörunni sinni eða þjónustu á markað. Já, hann mentorinn, hann leiðbeinandi og þessi með reynsluna. Já. Eða ekki? Jú, algjörlega. Og svo náttúrulega eitt sem maður kannski fattar ekki fyrir mér hefur tekið þátt sjálfur í hraðli. Það eru þeir sem eru að taka þátt í hraðlinu með þér. Það eru jafningjarnir. Já. Þegar flestallir eru á svipuðum slóðum, flestir eru koma frá, úr með svipaða sérþekkingu eða kannski allt aðra sem ennþá betra. Og það er alveg ótrúlega gott að eiga fólk að sama hversu lengi, þetta bara eins og eiga skólasystkini þess vegna. Nema þeir hafi sameiginlegan áhuga eða sameiginlega skilninga, sameiginlega vandamál. Já, þannig að hjálpast að. Hvað komast margir að? Við ætlum að hleypa 7 til 10 fyrirtækjum inn í þetta skipti og það geta verið þá bara 2 manna teymi upp í 7 manna teymi? Bara en þess vegna fólk vill og við auglýsum í rauninni líka eftir fyrirtækjum sem eru bara allt frá því að vera hugmyndastig í það að vera kannski búin að þróa vöru og komið með fyrstu viðskiptavinni. Og einnig eins og þú nefndir fyrirtæki sem eru kannski starfandi, kannski búin að vera 30-40 árin, eru að unga út einhverju nýrri afurð eða nýrri vöru eða eitthvað svoleiðis og vilja fóstra það annar staðar, þá er þetta fullkominn staður. Já, akkurat. Þannig að ef það er einhver nýsköpun innan óra, mætti það kannski senda teymi. Heldur betur. Og það er líka eitthvað sem að gleymist held ég svo oft í umræðinni, að það eru til, alveg eins og það eru til frumkvöðlar, þá eru til fyrirtækjafrumkvöðlar. Og það er til þetta fólk sem er í rauninni að þrýsta á nýsköpun og er að vera skapandi og ýta af einhverju veggjur og brjóta einhverju múra innan fyrirtækja. Og úr því verða oft alveg ótrúlega skemmtilega lausnir. Akkurat. Það er kannski líka bara þetta lífsnauðsynlega í fyrirtækjum í dag, ekki satt? Heldur betur. Jú, algjörlega. Það er alltaf að reyna að hugsa hlutina betur upp og ný. Og sérstaklega af því að heimurinn í dag er náttúrulega breytast svo ótrúlega ört og það er svo ótrúlega mikilvægt að halda í þessar breytingar til þess að vera samkeppnishæf í rauninni. Þegar síðan kemur að því að þessi fyrirtæki munu þurfa að breyta, bara einfaldlega út af einhverju reglugerði með regluverkum sem verða sett. Og þá er svo mikilvægt að vera bara komin á undan, að vera bara búin að ná þessu samkeppnisforskoti og það gerist í rauninni allt í gegnum nýsköpun, nýjar lausnir og nýjar vörur. Og sérstaklega í bara eins og hvað matur að breytast. Sumir segja að matur sé kannski nýju trúarbrögð. Við erum með keto, við erum með vegan, við erum með alls konar, við erum með nákvæmlega, þannig að og kynslóðabreytingarnir eru svo rosalega miklar. Það er alltaf eitthvað nýtt í búðinni. Alltaf eitthvað nýtt. Og eitthvað svona til að spara manni tíma og vera auðveldara að elda. En hvar á fólk að byrja sig upp? Það getur farið inn á til sjávarútvegsveita.is og sóttum og þetta er bara ótrúlega einfalt umsóknarferli, bara farið inn og svara nokkrum spurningum. Sjáum vefsíðuna komið på skjáin, en takk kærlega fyrir að koma, Ingibjörn Sigurðsson og Melkorka Sigríður Magnúsdóttir, verkefnisstjórar hjá Icelandic Startup og þetta er nýsköpun í landbúnaði og sjávarútvegi til sjávarútvegsveita. Takk fyrir komuna. Takk.